Já, við ætlum að snúa okkur að einhverju allt öðru. Hérna er kominn Hinrik Ólafsson sem er leikari og leiðsögumaður og framleiðandi og alls konar. Alls konar. Svolítið tengt ferðaþjónustu svona undanfarið. 25 ár hef ég leiðsagt. Já. Það er, þá komu bara 3 túristar til Íslands fyrir 25 ára. Já, við viljum kannski ekki segja það, en þá var þetta kannski meira svona sumarvinna sem að ég ætlaði mér að gera eftir að klára leikhúsið á veturna og grípa í þetta. Já. En svo þróaðist það nú helviti rætt, sko. Já. Bara upp á 2006-07, þá fer þetta bara að koma fólksvinga á þetta. Er þetta ekki eftir Eyjafjallajökull? Nei, það byrjaði fyrir. Það er nefnilega, sko, fyrir okkur sem vorum í faginu þá byrjaði þetta svona 2005-06 og það er að segja að þá fór þetta að dragast inn á veturinn og fór að trufla önnur störf því að það var mikið sótt í fólk sem var ágætt í þessu en svo náttúrulega eftir Eyjafjallajökull þá fer þetta alltaf fullt, sko. Erum við náttúrulega aðeins að ræða við ferðaþjónustu, við komum að mynd sem varst að búa til á eftir. Þessi breyting sem að verður, já, á hverju? Það er að því þú nefnir Eyjafjallajökull þá hafi komið, en Ísland hafi verið komið á kortið áður. Hvernig þá og af hverju? Hjá hverjum? Hrunið. Já, ég meðfram... Hrunið sem gerði sín okkar ríka. Nei, ég get alveg sagt, sko, meðfram þessu sem ég var að leiðsegja erlenda ferðamenn, þá voru ég að þjónustera erlenda sjónvarpsstöðvar. Að því leitum til að ég vann hjá fyrirtæki sem hét Profilm og við komum upp svona þjónustu að þjónustera sjónvarpsstöðvar og gefa þeim ráðgjöf hvert þetta fara og við hvernig átt að tala og fá tól og tæki í lánuð. Og þau sóttu hingað mjög mikið á þessum árum áður rétt fyrir hrun, aðalega fjalla hitabreytingar í heiminum og bara Ísland almennt, National Geographic, BBC og svo kemur hrunið og þá var hérna bara holskefla af sjónvarpsstöð í svona 3-4 ár. Ekkert endilega fjalla hrunið en blandaði inn í þetta samfélag, þetta skrýtna samfélag sem við lifum í. Þá eru menn á alls konar ritstjórnum út í heimi að segja nú var Ísland í fréttum, verður við ekki að segja fólki hvað það er? Já, hvað er þetta fyrir nokkuð? Hvernig stendur á þessu samfélagi þarna upp í? Og vildum alltaf forvitnast á hverju við værum að lifa. Þannig að það má segja að, eins og ég sagði á hann, sko, 2005-06 byrjar bara flóðbylgja af ákveðin flóðbylgja af túristum og svo bara eftir hrunið þá byrjar það og svo kemur Eyjafjallagosið. Þannig að þetta er svona allt eftir matselinum, sko. Á hverju heldur að það Eyjafjallagosið hafi haft áhrif? Fólk var ekki að koma og skoða gosið. Það er bara vitund fólks Ísland jókst. Já. Ég gerði í samstarfi við National Geographic mynd sem hét Iceland Volcano og sýndum öll Bandaríkin og allan heim mörgur sinnum á dag. Hún var gefin út 2010 rétt eftir gosið og sýnd í Bandaríkjunum í ágúst þarna sumarið. Það eru þá 2-3 mánuðir eftir að gosið hættir. Og þeir vildu bara fá meira efni frá Íslandi. Á hverju er þessi eldvirkni meðal annars. Og svo náttúrulega bara þetta stoppar flug þarna í tæpa 1,5 mánuð þarna í lok apríl, byrjun maí. Og þegar ég er að lesa í dag þá segi ég kannski munið þið hvar þið voruð í maí 2010 og kannski þetta er nú aðeins farið að renna út úr höfðun á fólki og það eru mjög margir sem segja já, ég man hvar ég var. Ég var í einhverju flughöfn og það var aflýst fluginu og þú þurfti að taka lestina. Já, eða ég átti frænda sem að hringdi í mig og baði mig að redda mér eða eitthvað. Þannig að þetta var stór viðburður og svona hinn almenni maður fór allt í að horfa á landakortið og sjá að það var eyja þarna í norðri. Þetta er náttúrulega svo stórkostleg frétt að það sé fjall sem stoppar flugumferð, þannig að það fer saman sko náttúran og svo tækni mannsins. Þannig að það er eitthvað í þessari frétt sem að leiti til þess að hún barst út allan heim. Hún var sögð alls þar. Ég hef sagt frá því að ég var stutt eftir þetta var ég inn
í Tógó í Afríku og var eiginlega á ferðalagi svolítið svona aftur á baki tíman til Tógó. Það var maður sem var að leita að þorpinu sínu sem hann hafði farið frá 25 árum fyrr. Og við fórum í mörg þorp og meðal annars fórum við í, það var ekki að því að hann var leitaður, hann bara vildi svo til að við fórum inn í þorp sem að leit út eins og það væri steinallarþorp. Og þá svona til siðs að finna höfðingjan og segja deili á manni. Og við fórum þarna og sögðum í gegnum túlk að við værum frá Íslandi. Og þá spurði hann Eyjafjallajökul og hvort hann geti gert eitthvað til að hjálpa okkur. Þannig að ég hef sagt að þessi frétt var svo, það var eitthvað í henni sem var þannig að hún ferðaðist alveg aftur á steinöld. Já. Fólk spyr mann sko hvernig ástandið hafi verið eftir, meðan á gosinu stóðu eftir. Það spyr mann ekki hvernig ástandið var hérna eftir raun, sem var miklu, miklu verra ástand, heldur en eftir þetta gos. Þetta gos hafði svo sem engin áhrif á okkur nema þá náttúrulega fólki sem bjó hann undir Eyjafjöllum. En annars var afleiðingan þessu gosi fyrir okkur svona dagstæðlega ekki kannski nærri eins mikil eins og kannski fyrir Lundun og búa eða New York búa. Þannig að það sem að gerist er að Ísland kemst í fréttir út af hruni, út af Eyjafjallajökli, út af landslið frá fámennustu þjóð sem hefur farið á HM, fellir Englendinga út úr Evrópukeppni líka. Að það er eitthvað sem ríkur upp svona athyglin og eftir það streyma er umfjöllun og svo eftir það koma ferðamenn. Já. Og við þekkjum þá sögu frá 2000 eftir 2010 og fram á daginn í dag. Fram til 2017 hefur hér ekki verið einn fjölgun, 2,3 milljónir ferðamanna síðan 2017. Margir halda að þessi endalausfjölgun, en hún er það ekki. Og nú erum við að horfa fram á einhverja aðra tíma, þannig hvort helst þetta, eða þetta fer minkandi, eða... En kannski ólíklegt þetta minki meira en bara einhver 5-10% eða eitthvað sless. Já, við vitum það ekki. En það getur svo sem haft árið, það er mikið nýrri fjárfestingu inn í þessum business, þannig að ég kannski ætla að það, sem að getur verið viðkvæmur fyrir eða verið samdráttur. Nákvæmlega. Bandarækjamenn eru stór hluti af þessum ferðamönnum, tæplega helmingur. Og þeir eru mjög viðkvæmið fyrir alls konar viðsnúningi, ekki bara stríði, heldur olíuverði og svo finnum við það náttúrulega að flugferðum fækkar og þetta er orðið einhver svona meira skrítið ástand að Ísland fellið niður ferðir. Fyrst er að túrismin svona byrja að vaksa þá ég man einhvern tímann var í Mývatnssveit og þá var einhver að segja með það að fyrst er að kom fjölgun sem er náttúrulega ekki eins mikil og var á Suðurlandinu að þá var fólk að leigja frá sér svona hitt og þetta. Já. Og þetta var svona það voru bara einstaklingar sem voru þannig að þetta kom blessunarlega inn í sveitafélag sem að veit ekki af nýjum tekjum það voru að loka verksmiðjunni þarna og leira. En svo mjög fljótlega þá voru það þeir sem höfðu eitthvað svona aðstæður til þess að byggja upp meira að fljótlega þá sogaðist það til þeirra og svo komu stórfyrirtæki inn og þannig að þessi svona rómantíski tími þar sem að tekjunar og túrismur svona hrísluðs bara eiginlega út allt. Hann var kannski ekki nema svona 4-5 ár. Þannig, kanntu eitthvað svona sögðu að segja hvernig þetta hefur breyst svona? Já, sko, við sjáum náttúrulega að það eru hótelhringir komnir landið og sem allt góðu með það. Við verum að geta sinnt þessu fólki og hýsta á alla vegu. Það er nú ennþá þessi einyrki bændagisting og önnur gisting sem að einyrkjar eru að gera, hún er ennþá til staðar, en við sjáum alveg það er gríðarleg breyting á því hvert fólk sækir í hýsingu, sko. Við erum líka með töluvert sko breiðan hóp af ferðamönnum. Það er að segja að við fáum þessar svokölluðu efnaðu ferðamenn og svo fáum við kannski fólk sem hefur lítið milli handana og þannig að það þarf að sinna þessum breiða hóp, sko, ansi vel. Og annað við ferðamenn sem koma til Íslands, þeir eru aldrei kjörir. Þeir dvelja ekkert í Reykjavík í
meir en kannski 2 nætur eða 1 nótt og svo eru þeir á stöðu ferðalagi landið. Flestir áfangastæðir í Evrópu, þar kemur fólk og dvelur á sama stað viku eða meir ferðast svo dagsferðir út frá því. Hér þetta svolítið öðruvísi og ég vil bara, ég held í fram bara töluvert öðruvísi en alls það annars staðar. Hér bara stöðugt ferðalag og ferðamenn sem ég að fara með, sko, maður þarf að komast yfir ansi margt á einum degi til þess að ef þau vilja fara hringinn. Þetta alveg endalaus eltingalegur, sko. Sem það kröfur sem að þeir koma með það? Sko, það þetta að líta á þetta, við erum kannski að selja það með þetta svona og svo líka það, þetta eyja, þeir vilja komast yfir alla eyjuna, þeir sjá að það er svo margt að skoða. Það hringinn? Já. Ég bara einu sem ferð til Írlands og ég fór hringinn. Já. Því það var bara hægt. Já. Ég hef aldrei dottið að hugin einu öðru landi. Nei, en kannski Írland með fullir virðingu svolítið mikið eins. Já. En það mikil breyting á að vera á Suðurlandi og Norðurlandi, Austfjörðum og Vestfjörðum, hvað var það landslag og annað slíkt. Þannig að auðvitað vill fólk komast yfir sem mest, sko. Oft það þannig í túrisma að túristinn vill, ég maður segjum bara að hann vill fara á Eiffelturnin og hann vill fara í Pantheon og hann vill sjá Notre Dame og hann vill komast á bara svona nokkra staði, leggur á staði með eitthvað svona 10 staði sem hann vill fá mynd af sér við og það sama hér. Það sem ég að spyrja hvort að fólk komi með ákveðnar hugmyndir þegar það kemur. Ég vil vera þarna, ég vil fá Jökulsárlón, ég fer í Bláalónið, ég fer á Þingvelli, Geysi. Já og nei. Já. Já og nei, sko. Ég fæ mjög mikið af fólki sem bara veit ekki neitt. En þú getur sýnt í bara hvað sem er? Nei, ég get ekki gert það þegar það er búið að selja þeim ákveðna ferð. Já. En svo eru sumir sem segja við mig, sko, stöðut, sína mig myndir af það sem félagar þeirra eða vinir hafa verið. Get ég verið þarna, get ég farið þangað. En og svo segir maður kannski þetta á Norðurlandi, við erum kannski ekki að fara þangað og annað slíkt, sko. En sko, það sem hlægilegt við þetta og svolítið svona kaldhæðnislegt, sko, að margir ferðamenn vilja helst ekki vera það sem aðrir ferðamenn eru. Nei. Og það svo fyndið, sko, að það vill ekki vera í þeirri stöðu sem það í. Túristar í Barcelona segja það mér þessi, það er bara allt fullt af túristarina. Já. Og svo þegar maður kannski segir við ég skal reyna mitt besta að fara á staði þar sem eru fáir eða jafnvel engir og það náttúrulega engin þjónusta og þá spyr fólk mig kannski eftir 10 mínútur hvað eru salernin og hvað þetta og hvað hitt. Ekkert alltaf en það gerist. Þannig að við sem ferðamenn erum kannski svolítið svona, hvað ég að segja, við erum kannski, við viljum vera eitthvað annað en við erum akkurat á með þessu stendur, sko. Þú búin að vera í 25 ára þessu. Finnst það gaman að þessu? Já. Af hverju? Ísland ótrúlegt land. Það margt að skoða, margt að segja frá. Ég nánast bara með Bandaríkjamenn. Þeir eru óskaplega þakklátir ferðamenn og opnir. Þeir eru og opnur finnst sumum já, ég minna en þeir eru bara ofsalega þakklátir ferðamenn og það er gott að ferðast með og þeim líkar það að þeim sé veitt góð þjónusta og ef maður sýna þeim góða þjónustu þá eru þeir allsælir. Sko, Ísland ótrúlegt land. Það eru fáir staðar á jörðinni sem ég hef komið á allavega sem eru viðlíka á Ísland. Ég hef farið svolítið til Grænlands með ferðamenn og Grænland stórkostlegt land en það svolítið mikið eins. Á Íslandi nánast hver einasti dagur nýr fyrir ferðamannum. Það alltaf eitthvað nýtt. Hefur ekki landslagið þá veðrið? Já, ég minna við ekki gleyma því og það eru, sko, það sem kannski fólk svolítið að sækjast líka svolítið í, það er þetta óvænta. Það gerast alls konar hlutir á Íslandi og það sér alls konar hluti sem það myndi aldrei sjá hvorki heima hjá sér niður annar staðar. Það eru allt í einu komið fé yfir götuna, það eru hreindýr og allt í einu komin hestahópur og ég að hitta eitthvað fólk sem ég þekki og þeir finnst svo yndislegt að sjá hvað við Íslendingar þekkjum hvort annað erum að heilsandi hér og þar hvað sem á landinu og þetta finnst fólk heilsum líka meira ef við hittast út á landi.
Já, sjálfsagt. Við getum tekið tal saman ef við myndum hittast á Akureyri, en ég er ekki viss við myndum taka tal saman ef við hittast í Kringlunni. Nei. Það er nefnilega þannig. Já, kannski meira opinn þegar maður er komin út í náttúruna. Já, bara svona gaman að hitta Sveinunga. Nákvæmlega. En þú sér sko að þetta er endalaust, þetta er endalaust verið að, og svo fyrir utan allar afþreyinguna sem fólk getur gert sko. Þú veist, hvalaskoðun og snjósleðar og ganga á jökli og fara inn í hella, íshella eða venjulega hraunhella. Það er endalaust víðátta og það er endalaust eitthvað að segja frá. Og bara þetta landnám okkar, svo sem við segjum frá því, er ansið sérstakt. Og þessi menning sem var til hér og hnignun hennar og þessi, hvað var að segja, 800 ára bölmóður sem við gengum í gegnum og svo upprýsa þess og svo til þessara velmögunar sem við höfum í dag. Þetta er ansið dramatísk saga. Og næri fólk þessu og finnst það áhugavert. Já. Sko, Ameríkonum finnst þetta mjög áhugavert því að mörgu leyti er sem margt sameiginlegt með okkur og þeim, sko. Þessi að brjótast út úr fátæktinni, sko. Þetta er ríkidæmis. En við náttúrulega drápum ekki frumbyggjana til að komast fyrir. Nei. Kannski við örfá að papa. Já, við drápum gróðurinn. Já. Fjallar það eða? Ég segi frá því, já. Stundum þegar maður er með Íslendingar til þess upp á svona hálendinu, að horfa þeir á það og fara að tala ósnert víðerni. Já. En meira og minna er þetta eyðilögð víðerni út af meðför okkar mannana. Sko. Já, meðal, en við mögum ekki gleyma eldvirkni. Eldvirkni, en ekki... Hún hefur haft gríðarlega áhrif líka, en þetta er þetta samspil. En við sjáum það bara núna, þú sér það líka með að við komum að mann eftir í æsku, hvað hefur gróið mikið upp eftir að féð hefur minkað eða fækkað menning. Þetta er Norðurlandshálendið og eitthvað fleira þar sem var bara auðna þegar ég mann, þegar ég var... Vissulega, en sko svo með en núna sem bara þetta er alltaf að verða gróið. Já, en svo með ekki gleyma einu, sko. Beit í sjálfum sér er ekki slæm. Nei. Svo framalega sem henni er stýrt á skynsaman hátt. Við ofbeittum á tímabili og þar að leiðandi fór þetta eins og þetta fór. Og svo sjáum við núna heiðar sem eru minna beittar og þar kemur alls konar gróður upp. Því með hóflegri beit helst alls konar gróður, sko. Menn með ekki gleyma því, sko, að fé getur líka grætt. En mikið stór hluta þeirra eyðingu sem við sjáum var þeila til að kannski fyrir svona 150 árum fram á miðja síðustöld, Þá var mikil illa farið með land. Nákvæmlega. Þannig þú ert leikari og það eru margir leikarar sem eru túristar. Nei, leiðsegjarar. Já, ég er sennilega fyrsti leikarinn sem fer út í þetta. Ég held ekki til fullir það. Sko, ég var búin í leikursinni mörg ár og af hann svona til ákveðins leiða í því. Lokaðir inn allan veturinn og vildi komast út. Ég hef ferðast mikið Ísland á því ég var leiðsögumaður á hestum aðalega. Frá því ég var barn, ég var í sveit og ég saknaðist bara að komast ekki út í náttúruna og geta verið þar á meðal og þá náttúrulega sá maður gott samspil, hafa tekjur af þessu og fara svo með ferðamenn. Þannig að sko, svo komu bara fullt af leikurum inn og þetta hendur okkur alveg gríðarlega vel. Þetta er náttúrulega performance að vera... Þetta er performance, algjör. Og þú þarft sko að leiðsegja er nú ekki bara að segja bara frá ykkur, þú verður yfirleitt að segja frá það sem þú sérð og svo verður að vera ykkur struktúr í því, þetta má ekki vera langt, þetta má ekki vera flókið, eins og til dæmis jarðfræðin, saga Íslands má ekki vera flókin og allt þar frem til göttunum og svo náttúrulega segja frá sjálfum sér og segja frá ykkurum atvikum sem eru svona kannski nær okkur í tíma. Vera skemmtilegur. Við mátt okkur einu að ferðamaður sem kemur og eyðir tíma sínum í sínu fríi, ég hef búin að safna sér fyrir því. Ísland er nú ekki ódýrt land. Þetta er gríðarlega mikilvægur tími hjá þessu fólki. Og maður verður alltaf að hafa þetta í huga. Þetta er kannski heilagasti tímið þeirra á árinu. Það er fríð. Og það er kannski kemur með börnin sín og ættingja eða aldraða móður. Ég ferðast með allt frá einum og upp í 10 mann, sko. Ég fer oft með eina persónu. Já. Það er alltaf annars konar álag, eða ekki? Jú, það er yfirleitt eldra fólk. Já, í flestum tilfellum og kannski ekki. Er það ekki svolítið sorglegt að ferðast einn? Jú.
En það er aukast. Borða alltaf einn, Já. ferðast einn. Áttum okkur einu að einmannaleiki er stærsta vandamál mannkyns, allavega í einu vestræna heimi. Og okkar heimsluta, skaðlegasta farsóttin. Já, ég fæði mjög oft fólk og það þarf ekki endilega verið. Ég er stundum að fara svo kallar ljósmyndaferðir og það eru oft svona fólk sem ferðast eitt og er búin að ferðast allan heiminn, hefur bara þennan ferðafélagi ljósmyndavélina og fer kannski í svona hópferðir einstöku sinn. Þar finn ég oft fyrir þessum einmannleika í þessum stóru þjóðum eins og í Bandaríkjunum. Þar sem fólk lifir í einhvers konar svona lokuðum samfélögum og börnin eru farin og vinirnir eins og í Bandaríkjunum þeir flakka ferðast það sem vinnan er og þetta fólk lýsir einmannleika sínum í því að kannski segja mér að það hefur aldrei verið bankað á hurðinni, eða ekki verið bankað á hurðinni eða hringt á dyrabjöllunni í síðustu 5 árin. Og það fer út úr sínu lokaða samfélagi á ákveðnum dögum til að versla, að því það er minnsti möguleikin á því að verða fyrir einhvers konar árás eða einhverju ofbeldi. Og þetta er bara veruleiki sem að margir lifa við. Og þú finnur það í fólkinu að það hefur einhverju leyti hrörnað út af einmannalekanum. Já. Og finnur það í persónunni. Já, og það þarf ekkert endilega að vera eldra fólk, getur ungt fólk. Og það þarf ekkert endilega að vera einmanna ekki eða ekkill, það getur líka verið fjölskyldunar. Það er einmannaleiki inn á meðal fólks. Börnin í símanum og foreldrarnir að segja mér hvað þau eigi að gera hvert börnunum sem í símanum aftur í. Er þá leiðsögumaðurinn, stundum við tala að kennarinn fái svona verkefni sem að kannski er ekkert skrifuð inn í starfskyldunar fyrir að sinna einhverju sem að ekki bara kenna. Þú ert sálusólkari líka eins og barþjónninn nú. Já, það er það. Þetta starf er allt frá því að vera trúður og upp í prest. En ef að ég færi með þér í ferð, er þetta alltaf sami performansin? Nei. Maður verður að passa sjálf á sig. Nú, já, þér leiðist ekki? Já, mér leiðist ekki. Ef mér leiðist, þá leiðist þeim. Nei, sko þetta fer eftir ferðum og þetta fer eftir samsetningu á fólki. Hvernig maður gerir þetta, en vissulega er þetta náttúrulega grunnatriðin að segja frá landi og þjóð og það er svo margt í náttúrun okkar sem er svo sérstakt. Ekki bara eldvirknin, það er gróðufærið og strandirnar og hálendið, við höfum ekki gleyma hálendinu sko. Það er farið stundum inn á hálendið og svo er það bara þjóðlífið, atvinnulífið, á hverju lifum við. Á hverju lifum við, getur þú sagt það? Á hverju við lifum? Já, fyrir utan túrismannum. Já, það er fiskurinn, náttúrulega. Og, það er nú að fáið sem vinna orðið í fiski. Já, en það eru miklu peningar. Já. Og það eru álverin. Við mögum ekki gleyma orkubúskapnum og allir því sem eru gríðarlega auðlindir. Og það getur farið margir dagar að tala þessa gufuafl og vassaflinn og allt það sem hitaveituna. Og hitaveitan, sko. Sem að þótti merkileg, ég veit ekki. Hún er merkileg. Það var eitthvað sem sagði mér daginn að Kínverjar væru að setja hitaveitu á sér og þeir eru klárað frá 2017 í allmörg heimili og eru í Svíþjóð. Já. Þannig að það er verið að byggja eina stærstu jarðvarmavirkjun í heimi í Eþíópíu sem ég held að Íslendingar standi að. Sem að tengjast. Þetta er náttúrulega þessi frábær orkugjafi er að breiðast út heiminn þar sem menn hafa möguleika á því. Djúpboranir eru að eiga sér stað á Íslandi sem að getur hjálpað öðrum löndum. En þetta er náttúran og sagan atvinnulífið og orkan og fiskurinn og hvalirnir og þú nefndir aðeins þjóðlífið en svona íslenski menning það er náttúrulega ef við verum að tala hvað fær útlendinga til þess að googla hvað Íslandi er það var náttúrulega Björk hluti af því ég held að maður geti séð að kannski Google trend næri ekki svo langt aftur en maður getur séð að við sláum upp í Jökuljökli og svo EM og HM og hrunið og svo náttúrulega Björk það er náttúrulega algjört fenómen hérna kannski fyrir 20 árum eða svo. Já. Er túristandi sem að þú hittir verið að nefna svona Björk, Sigurós, Laufey, Víkingur Heiðar? Já og nei. Ég myndi nú frekar segja í færri tilfellum. Það sem fólk hefur séð er það sem þau séð í sjónvarpi, fréttir, bíómyndir, þá erlenda bíómyndir aðalega. Við höfum ekki gleyma því að búið að taka upp hér fjöldan allan af Hollywoodmyndum og alls konar sjónvarpsþáttum.
íslenskt efni, íslenskar bíómyndir og svo náttúrulega snefnir, svo má ég kannski segja Björk og tónlistamenn eftir því. En ég myndi hún ekki segja að fólk sé að nefna það að fyrrabræði. Ég kannski set tónlist á og segi, kannist þið við þennan eða þessa eða hinna. Og þá kannski segir fólki, já, við komandi íslenskur, sko. Mér sagt, sko, af einhverjum sem kann að þetta, sko, að 40% tæplega af ferðamönnum sem kemur til Íslands hefðu fengið hugmyndinni gegnum einhvers konar myndmál Ísland. Bíómyndirnar, bakgrunnin. Já. En þú náttúrulega tekur á móti amerískum. Já. Það gæti verið skekki í því. Það er skekkja í því. Ég man það fyrir svona 20 árum að maður var labbað í París að það ómaði tónlist Bjarkar út úr sko, fjórðu hverju búð. Sko. Það var alveg ótrúlegt hvað hún var stórt nafn. Ég tek stundum á móti Asíubúum frá Singapúr og Hong Kong. Svona enskumælandi. Hvað ég segja, Kínverjum. Og þeir nefna þetta. Því þeir eru mjög uppteknir af tónlist á Íslandi. Gríðarlega uppteknir af því. Kínverjar vilja sjá norðurljósin? Já, allir vilja sjá þau. En Kínverjar sérstaklega trúa því að sé mikill máttur í þeim eða hvað? Já, getur vel verið. Ég er ekki með Kínverja, en allir hafa áhuga á norðurljósum. Og já, það er bara, allir vilja sjá norðurljósin. En ef þú selur með norðurljósin og það er skýjað, hvernig bregðast? Þá er engin norðurljós. Engin sem kvartar yfir því? Nei, ekki við mig. Nei. Ég er bara að velta fyrir það hvort að hversu ágeikur túristin er ef hann fær ekki norðurljósin sem hann taldi sig að fá. Já. Skammar að þig eða? Já, ég hef verið skammaður. Ég satt þér einan litla sögu. Ég var eins og að taka á móti amerískum föður sem var komið með ekki bara börnin sín, heldur líka barnabörnin og þetta var að miðan vetur og hann aðal toppurinn á ferðin átt að sjá norðurljós og hann var ekki fyrr mættur hérna 6 morgunin frá Ameríku og Ameríkulflugi. Hann segir mér, hvað eru norðurljósin? Ég segi, við erum slakað þess á. Þau eru nú kannski ekki svona mótnana yfirleitt. Þau eru svona yfirleitt frá 9-10 og svona framundir nótt. Og ég segi, við hefum góð skilir í kvöld. Þannig að við skulum hvíla okkur í dag og svo förum við eitthvað í kvöld. Svo ég fór með hann inn á Þingvelli og það var ekki ský á himni og stjörnubjart. Og þegar maður fer í svona ferð þá er maður svona að leita og spyrja á kollega sína, er ykkur ljós hér og þar og mér var sagt að það væri ljós nýr í Þorlákshöfn. Svo ég segi við hann, we need to drive to the south coast of Iceland. Og þá horfir hann á mig og segir, to the south? This is Northern Lights, Henrik. Skilur við? Þannig að það er með svona skrýtnar hugmyndur þetta. Þannig að, jú, sumir er alveg brjálæðir í þetta, sko. Og halda þetta sé svona streymandi eins og þið sjá á timelapse skotum, sko. Þetta fari hratt yfir og svo þetta kemur svona löður hægt og segir, faraðu ekki hraðar en þetta? Þannig að það er svona alls konar villandi upplýsingar þessi norðurljós, sko. Það er nú tilkomið mikil sjón. Algjörlega. Maður er að vera ansið daufur í sálinu að horfa á norðurljós kannski í fyrsta skipti og finnast lítið til koma. Og svo eru margir, athugað það, margir sem hafa ekki séð stjörnubjartan himinn. Nei, út af ljósmengun. Já. Og bara það að horfa upp í himinin fyrir marga er bara stórkostlegt. Borgarbúa frá Ameríku. Þetta er nú til dæmis í Afríku. Já. Það getur himinin orðin alveg ótrúlur. Og við miðbaug. Já. Sem er lítið ljós. Já. Bara ekki komnar rafmagnsveitunar. Nákvæmlega. Þá getur maður starrað upp í himinn og veit ekki hvað hann er eiginlega. Það er eins og hann andi með mann einhvern veginn. Nákvæmlega. En þetta getur við fundið í ljósleysinu upp á hálendi. Þarftu ekki að fara langt frá Reykjavík? Nei. Næstuð í annarkot sumarbústað, þá ættu að geta náðu þessu í pottinum og hortu upp. Já. Ef það er farið vel með ljósið, það sé ekki verið að kveikja of mikið. Já. Og það er náttúrulega margir sem ger út á norðurljós. En það eru 2,1 milljón ferðamanna sem koma hingað og ef maður tekur það saman við fjölda íbúa á Íslandi, þá er þetta eiginlega bara, þetta er eiginlega meira heldur en í París. En þú talar um að fólk ferði svona en kannski verður ekki eins mikið varið við það eins og það eru margað eins og Róm, Barcelona, París er eiginlega ekki hægt að mæla með því að fólk farið þarna lengur. Nei. Það fer að frekar að finna bara næstæstu og þriðstæstu borgina. Nákvæmlega. Það er eitthvað sann annað til að losna við hennan túrisma.
fólk sem að þvælist heiminn að skoða eitthvað sem að skoðar aldrei heima hjá sér, fer inn á okkur þjóðminjasöfnun, hefur aldrei farið inn á þjóðminjasöfnun heima hjá sér. Já, þetta annars konar ferðamenn sem koma hingað. Já, en þessi fjöldi er hætta á því að eins og var skrifað í franskri bók að við myndum enda með því að vera að leika fyrir túrista Íslendinga, við að vera að selja þeim. James Joyce sagði Rómverja að þeir eru alltaf að selja líkið á ömmu sinni. Að þú kannast við hvað ég er að meina. Ég veit alveg nákvæmlega. Smátt og smátt og bara breytist. Ég býr í bæ og miðbærin náttúrulega, sumrið þetta ekkert fyndið, sko. Það er bara leið og lokar einhver þjónusta sem er fyrir okkur íbúana, þá kemur einhver túristabúð í staðinn. Þetta er slæma hliðin á ferðarþjónustu. Sko, við til þess að geta annað og þjónustur eða allt þetta fólk, þá fórum við að flytja inn fullt af fólki og það er nánast engin Íslendingur að vinna við þessa þjónustu. Ef þú færir hringinn með mér, þá hittur nánast engan Íslending. Ég hitti nánast engan Íslending. Ef þetta fólk færi með erlendum leiðsögumanni, þá hitti það engan. Og þetta er dapurlegt og getur stundum verið mjög svona, hvað ég segi, ég veit ekki hvernig ég orða það, bara mjög sorglegt, sko. Það er ekki kannski margt sem við getum sýnt útlendingum svona einhverja menningu sem við eigum, það þarf að segja matarmenningu eða eitthvað svoleiðis. Jú, það er baka brauð í jörðinni, það er mjög vinsælt að fara í svoleiðis athafnir, þar sem fólk grefur upp rúbrauðið og segir að við höfum gert þetta í 1000 ár. En við komum sem er að gera þetta er erlendur. Það er mjög dapurlegt. Og og fólk spyr, já, hvað hefur þín fjölskylda gert þetta lengi? Og þá segir viðkomandi, já, ég er nú frá þessu landinu. Austurhluta Póllands. Já, eða Búlgaríu eða eitthvað, með fullri virðingu. Skilur við, þetta er rosalega dapurlegt. Og þetta er eiginlega það sem að en ekki, það er bara ekki mannskap ríða. Það er ekki mannskap ríða, fæst enginn í þetta. Við að hætta á samstöðinu að fara að baka hverabröð til þess að leika Íslendinga fyrir túrista. En sjáðu nú eitt, sko, að okkur fækkar sem erum í leiðsögn, sem erum Íslendingar. Og það virðist vera eins og við Íslendingar viljum ekki vinna við þjónustustörf, sko, sem er mjög sorglegt, sko. Það er nú margir svona afsakið kallar á þínum aldri sem eru gætar. Ég hef sagt það að kannski á mínum aldri, að ég man eftir kannski fyrir svona 8 árum, 10 árum, þá voru menn sem að fóru í þetta, kannski menn sem að, þú veist, eitthvað staðar, ég er ekki sagt að svona upp á 50, þá kemur svona okkur vilji að breyta til og allt þetta. Nákvæmlega. Og ég man alveg eftir því að það var svona kalla sem að man eftir svona sem hálffúla kalla, að ef við gætum okkur ekki, þá getum við orðið helviti leiðilegir við kallandir. Já. Svo allt inn hitti maður að þá voru þeir rosa glaðir. Já. Og þá, svona, hvað er að frétta? Þá var annarkvort bara að keyra rútu eða orðnir leiðsögumenn. Já. Og þá voru þeir alltaf að hitta fólk sem var í fríinu sínu. Miklu, svona fjölbreytilegri, tilvílunarkennd, samskipti við ókunnuga. Og menn bara orðnir grænir aftur. Já. Mjög glaðir. Já. Þetta lýsir starfinu ágætlega, sko. Já. En þetta reynir á. Já. Þetta reynir á þolinmæðina. Þetta reynir á, þú ert ekki alltaf með brosandi ferðamenn alla daga, þú lendir í alls konar, hvað maður að segja, átökum sem fólk á innbyrðist þegar ferðið frí. Sumir alltaf lækna hjónabandi sitt í fríinu. Já, sem er ekki gott. Sumir alltaf fólk sem hefur kannski verið lítið í samskiptum og hjónabandi að leysast upp. Já. Að eyða öllum tíma sólarringsins í marga sólarringa saman. Já. Ekki kannski sniðut. Nei, og það er alltaf jafnvel að verða betri manneskjur í fríinu. Hvernig þá draga í sig einhverja ósnorta náttúru og finna einhvern heilaleika? Já, og það finnur það kannski ekki á 4. eða 5. degi og verður pirrað. Því að heimurinn er bara, og manneskjan í dag, hún vill fá allt einhvern veginn á innan við 24 tímum. Instant gratification. Já, betri samskipti við börnin sín á ferðalaginu. Við erum komin í þetta ferðalag, Hinrik, að því við viljum tengja börnunum okkar. Getur þú hjálpað okkur við það? Þú átti ekki að ferðast með börnum nema að hafa tengst þeim áður. Nákvæmlega. En þetta er mjög algengt. Þannig að þetta getur ekki alltaf verið bara svona brosandi hamingja, sko. Einhvern tímann las ég eftir einhverjum sem hafi verið gæt, það ég ætlaði að vera útlendingur. Og hann var eitthvað að lýsa því að svona hvernig hópar eru. Og var eitthvað að segja, sko, að svo 50 sem að mætir í hvern hóp, hann er töðarinn.
og þá var þetta eitthvað svona hugmyndum að við inn í svona hópi þá göngust upp í ákveði hlutverk. Einhver ákveður að vera trúðurinn og einhver ákveður að vera þetta. En svo ef hópur er nógu stór að þá fæðist pláss fyrir tvöðrann. Er eitthvað hægt í þessu? Þetta er algjörlega, það er alltaf svona. Það er alltaf. Ég er nú hættur að fara með stóra hópa, ég fór það í gamla daga, fór ég með heilu rútunar, sko. Þá var þetta alltaf svona, en nú er ég ekki lengur í því, sko. Ég fer bara yfirleitt keyrandi sjálfur og er svo kallar ökuleysumæður. Þannig að þá er þetta kannski öðruvísi svona... Þetta með eina fjölskyldu eða einn eða tvo eða þrjá. Er það sér að vera með einana því að þetta er svo, þú sér þetta sér svo oft sem að þú ert með og ég trú ekki að það sé svona margir sem að koma einir að ferðast. Nei, sko. Þannig ég held að nú er hún bara ein en að láta hann Hinrik sjá hann. Er þetta þannig eða? Já, ef þú byrjar að fara með einn og það hefur tekist vel og viðkomandi var mjög annaður, þá ertu beðinn aftur. Það tekur meira á að vera með einn heldur en 2 eða 3. Og eins og ég segi, oft er þetta eldra fólk sem þarf kannski ekki bara það þarf annars konar þjónustu, maður þarf að bara jafnvel að styðja það og koma því á staðinn með því að styðja við. Það er kannski fótafúið eða eitthvað. Og svo þarf maður að hlusta á einhvern barlóm. Sumir vilja fá að bara tala. Ég fengi fólk sem segir bara við mig, mér langar til að fá að tala við þig. Og keyrið áfram, við förum ekki á hótel, keyrið mér 2 klukkutími viðbót. Ég þarf að segja þið svolítið. Skilur, þá fá maður einhverja skrýtnar sögur. Fortíðina og bölsóttast út í eiginmann eða eiginkonu sem það átti fyrir eða gerði glappaskott. Fólk talar ekki alltaf vel fyrir maka sem það skildi við. Það er mjög oft þannig. Og maður fara að heyra. Það er náttúrulega sannfæra sig að sé gott að vera laus við hann, þannig að þú ferð ekki bestu myndin af honum. Nei, við getum líka snúið þessu við, sko. Ég fæ stundum makan inn í bíl á undan hinnum makanum. Það sem makinn fyrir að segja hinn makana, hann sé algjörlega ómögulegur hvað það sé hægt að gera við hann, sko. Getur þú talað við hann? Getur stilt hann af eða hana? Það er náttúrulega ekki hægt. Það er ekki hægt. En túrismi hefur vaxið sko gríðarlega á undanförnum árum. Og þegar maður sér hópa túristum þá er það náttúrulega ég ferðaði svolítið fyrir einhverjum, ég man ekki hvað, 10-12 árum og svona svolítið off-season og þá sá maður að maður sá eiginlega allir túristar sem maður sá var eiginlega svona fólk, eftirlauna fólk og svona á efri eða seinni hluta starfsæfinnar. Þetta er fólki sem í okkar einsluta á pening af því að það á einhverja eignir getur átt einhverju sjóði og það svona safnast að þeim peningurinn, það er eðli kapitalisman sem við búum í að auður leita til auðs og Amerikanandi sem að þú kemur er bara svona almennt best setta fólk mannkísunar sem að þarf vel engi að hafa neina peningalar áhyggjur og getur gert til eitthvað sem er. Á meðan að kannski í okkar menningu eru barnafjölskyldunar í bölvuðu basli og þær skulda mest og þar er engin auður að safnast og það hefur valla efni á að ferðast sem ættir áttur helst af öllu að vera að ferðast, sko. Frekar heldur kannski fólk sem er orðið svona gamalt. Er þetta eitthvað skrítið við þennan business? Hefur þetta eitthvað breyst? Ég veit það ekki. Ég held ekki. Ég held síðan, hvenær byrja maðurinn að ferðast? Hvenær erum við á ferðast? Það var að sprengja á kringu 1970 á Íslandi, þegar sólarlandaferðina byrja og þegar massa túrismin byrjar. Þá fóru fjölskyldur. Já. Og fóru saman. Já. Þetta sem þú nefndir áðan með að þeir sem hafa efna á það ferðast og ferðast oft, það er þetta fólk sem þú nefndir áðan, sko. En ég held að það hafa alltaf verið þannig. Það er sagt til dæmis með tónleika að það er besta leiðin til þess að fylla Hörpu er að flytja inn eitthvað sem var vinsæll þegar fólki sem er núna 70 var 16. Já. Því að ef þú flyttur inn eitthvað sem er vinsæll í dag að unga fólki á að geta efni á að borga það sem að kostar miðinn í Hörpu. Nei. Bara gleymdu því. Já. Hvernig verður þetta þegar að gervigrindin er búið að taka á okkur störfi? Ég er bara að velta fyrir með þennan túrisma er liðsugumadurinn að keyra einn skýjar í nótt og engin norðurljós hugsa svo hvað vél er þetta eiginlega sem að gengur og gengur og gengur. Já, mér finnst þetta bara mörguleiti fallegt, sko.
Sko, mér finnst bara mjög fallegt og mér finnst ég hafa gefið rosalega mikið af mér og að ferðast með gamalt fólk, sko. Það bara svo þakklátt, sko. Og ég var einu sinni með konu sem var 88 ára gömul sem kom til Íslands og sagði bara við mig, ég bara að fá að keyra því að ég fótafúin og get ekki farið neitt og ef það einhver staður sem vill sýna mér, þá verður að bera mig. Og hvað fallegra en að halda á gamalli konu og sýninni fuglabjörg eða hvað það nú En það var ég ekki að kvarta yfir ferðalagi hvers fyrir sig, heldur þetta væri svona almennt. Það eins og þegar maður að tala almennt ómikil notkun geðlyfja á Íslandi, en maður kannski ekki að kvarta yfir því að einhver sé að taka það. Nei. Og þetta líka, það náttúrulega, það ég held að séu svona stofnin af þeim sem eru í túrismannum séu á þessum aldri svona. Já, ég myndi ráðleika einhverjum sem að væri að undirbúa stofna ferðaþjónustu fyrirtæki eins og miðað á 60 plus. Já. Sko, þá færðu kannski 75 plus. Já, talandi að ferðast með einn, ég var eins og fyrir nokkrum árum síðan, þá tók ég á móti manni á kajanum niður í Sundahöfn sem vildi fara hringinn og þegar hann kemur upp í bílinn þá segir svona og svo átti skipið að fara eitthvað og koma aftur hingað eftir viku. Og þá fór hann að segja mér það að hann hefði verið á þessu skipi í 8 ár. Þetta var eldri maður. Hann hafði selt íbúðina sína. Börnin hans bjuggu í einhverjum löndum, skilurðu, þannig að hann var ekki neinum svona daglegum samskipti við þau. Vinir hans voru farnir. Þarna fékk hann morgunmat, félagsskap, hádegismat, læknisþjónustu þegar hann vildi. Og svo hoppaði hann bara af skipinu hér og þar, svona gegnum allt árið. Og eins og hann sagði, ef ég var í London, hann var frá London þessi maður, þá væri ég ekki með neitt félagsskap. Ég var ekki með neina þjónustu. Þannig að þetta kannski það sem kom að skal og þetta orðið algengt, sko. Og þessi maður kom tvisvar, sko, fór 2 hringi með mér og var alltaf jafn kampakátur með þessa káetu sína í þessu risastóra skipi. Það til skip sem eru fyrir svona fólk sem eru bara íbúður. Já. Nei, ég fór bara að hugsa sjálfur, sko, hvað verður hann? Skilurðu, hér á Íslandi þess að við sjáum aldrað fólk ekki fá þjónustu sem það þarf. Það ekki bara alls gott að vera á svona skipi? Ég ekki stuttu börnum mín með að segja það að ég ætla að búa eitthvað annars þar. Því ég vil ekki vera á hjúkrunarheimilinu og ít á takkan og það sé ykkar kynslóð sem hinum megin. Já. Það er þannig að það er ég veit ekki, kannski kemur ekki einmannalegi til Íslands. Kemur ekki? Kannski ekki. Hjá Íslendingum? Já, hann þegar til staðar. Já. Við erum ekki öðruvísin en þessar stóru þjóðir. Nei. Og einmannleiki eins og ég var að segja við hann ekkert endilega tengdur við gamalt fólk. Ég finn fyrir einmannleika í ungu fólki. Sem að eins og við vitum öll, sum hver týnd, sko. Týnd í einhverju sem að maður skilur ekki hvað það sko. Ferðast þú mikið? Já. Og hvert ferð þú? Mikið Ísland. Ég labba mikið. Þannig að þegar þú ert ekki að fara með ferðamenn, þá ferðast þú einn? Með vinum, eða konunni minni, eða... Og hestum kannski? Stundum á hestum. Mikið gangandi núna síðustu árin. Það eiginlega, sko, ég hef ekki farið í hestaferð í 5 ár, en ég að fara sennilega í sumar. Sko, það aðeins erfiðar að ferðast á hestum í Ísland. Það svona aðeins meiri fyrirtæki, maður þarf að undirbúa það mjög vel. Það bara meiri umferð og þetta þarf bara meiri skipulagningu heldur en hérna í gamla daga. Í gamla daga þá bara opnaði maður gerðið og rak út úr gerðin og hélt af stað á Þingvöll og ákvað svo bara hvert skildi fara, sko. Finnst þér eitthvað skrít eða eitthvað skakt við hvernig ferðaþjónustan hefur byggst upp á Íslandi? Það sem eru flestir kannski ferðamenn á bílalögu bílum að keyra Getum við gert þetta öðruvísi og betur? Já. Við getum gert margt betur. Sko, það sem að trufla þetta að mörguleiti eru náttúrulega bara samgöngur. Sko, við vorum ekki í stakk búin fyrir þennan skjóta aukningu á ferðamönnum. Bara vegirnir okkar ekki að bera þetta. En sko, ég líti á þetta þannig að sko, það er bara ágætt að ferðamaðurinn flestir fara gullna hringinn, Suðurströnd, á Vesturland, auðvitað þurfum við að dreifa þeim og þeir þurfa að komast líka á norður svo menn hafi líka eitthvað að býta og brenna þar og all land. En það er ágætt að þeir séu bara á ákveðnum stöðum. Þessi svo kallar stýrið ferðaþjónusta.
Ég held að þeir séu ekkit óanaðir með það. Því þeir vilja þjónustu og þetta er bara svipað á þegar ég fer erlendis. Ég vil fá þjónustu, ég þekki ekki staðetti og ég vil vera það sem að ég veit hvar þetta og hitt er. En kvartaðu ekki yfir að þessi alltaf kjötsúpa og bleikja? Ekki mínir ferðamenn, nei. Kannski. Það er ekki þannig að allir sé að selja það sama? Jú, sjálfsagt. En ég vil ekki segja það. Þetta er meira svona gimmick ykkur, sko. Ég sá þetta skrifað eftir ykkurum bara fyrir stuttu. Já, við skulum aðeins passa okkur, sko. Þetta er ekki svona. Sko, ég verð að hrósa íslensku matsölustöðum, sko, þegar ég var að byrja í þessu, þá var þetta frekar svona. Og nánast ekki þetta að komast inn á neina staði, sko. Núna er bara... Þá ertu nú heppin og fjast bara eitthvað annað en hambúrgara, sko. Já, nákvæmlega. Núna eru þó komnir veitingastæðir hér og þar, í þorpum og í sveitum og menn eru farnir að nota sitt ráðefni, þannig að þetta er miklu betra. En ég get alveg sagt eins og sko að margir sem smakka bleikju eða kjötsúpu, þeir vilja nánast borða hana bara hverjum degi, sko, eða þessa máltíð, sko. Þannig að það er nú ekkert, sko, þetta er kannski meira fyrir Íslendingin að kvart yfir, heldur en útlendingin. Herðu, það er verið að frumsýna mynd sem að Íslandi skoða á ofanfrá, drónamyndir. Kannski ekki svo fly over Íslandi verið farið í það. Já. Þetta er ekki þannig. Nei. Þetta er Arte sem býr þetta til. Sem var umkvöldu listræn sjónvarpsstöð. Já. Það kom fyrirspurn frá Arte til Sagafilm. Að gera slíka mynd að því þeir höfðu gert Afríku. Þess að alla heimsálfuna. Fljúga yfir heimsálfuna og segja sögur af mismunandi landsvæðum, menningu. Og þessi mynd er byggði svona nákvæmlega eins og svo mynd. Það er að segja að þú flýgur yfir landsvæði og það er sagt frá staðhættum og á hverju landið er svona og hinsegin og það er kannski einhver menning til að segja frá, það er saga af fólki. Og þá er þessi sögumaður sem flýgur með þér og ferðast með þér háloftin og lendir hér og þar og dvelur og segir þér frá okkur öðrum viklum, heldur hann ofan. Og þetta er þetta svo kallaða above Íslandi, sem við kallum þetta, yfir Íslandi. Þetta kemur náttúrulega, við erum með alveg upp við að sjá Ísland með þessum hætti í gegnum ferðir Ómars Ragnarsson. Já, þetta er ekki dósipað. Þetta var eiginlega í öðru hverju fréttatíma, það voru svona myndir. Já, en núna erum við bara með betri tækni, þar að segja, og betri myndgæði og þetta eru drónar, ekki kannski svona vennileg drónar eins og fólk er með heima á sér, þetta er svona risastóri drónar sem að hafa meiri möguleika á að ná stærra, meiri gæðum og öðru slíkt. Og hugmyndin eru að vera með sjónarspil, að sjá eitthvað sem fólk verður ekki séð, en þú býr til eitthvað texta undir þar sem að setur inn í þetta eitthvað sögu. Já. Það er að segja hvernig þetta land hefur mótast, á hverju þetta er svona hinsegin, og svo sögur af fólki, sögur af landi og sögur af hverju þetta land byggðist. Í svona stuttu máli. En myndin Afríku, er hún ekki 14 tímar og myndin Ísland svona 3 korter? Nei. Sko, þeir sögðu við okkur, gerið 90 mynd Ísland. Og manni finnst það nú ansi mikið, sko. 90 mynd Ísland, sem er 80% byggð á drónaflugi. En þegar við fórum á stað og fórum að mynda nánast all landið, þá uppgötuðu það að það er ekkert svo mikið með viðtölum inn á milli. En það sem við erum að sýna Íslendingum hér í Bíó Paradís, í frumsýningunum miðvikudaginn, það er 60 mínútna mynd. En þessi 90 mínútna mynd, hún virðist alltaf seljast í sjónvarpsstöðvar erlendis. Margir myndi segja að þetta væri slow TV eða hægt sjónvarp. En þeir sem hafa skoðað þessa mynd erlendis, þeir segja bara að þetta sé mjög áhugavert. Í þeirri myndi kannski farið nánar í hlutina eins og... Þá er þér tekist að búa til eitthvað sögu, eitthvað lóa sem að áhorfandinn getur setið í. Já. Og þú færir hann í gegnum þetta. Já. Byggt á 25 ára reynsluðinni hvernig að segja þessar sögur. Já, vissulega. Og ég eins og ég sagði við áðan, ég var þjónustjóri BBC og National Geographic. Ég sá alveg hvernig þeir voru að vinna þetta. Ég lærði óskaplega mikið af þeim. Hvernig maður segir sögu með myndmáli og hlýðasögurnar og allt þetta, það er að segja þegar að vera að fjalla náttúru og náttúrufar. Þegar sem ég sýn þetta í bíó, er þetta ekki bara fyrir túrista í alveg?
Sko, ég fullir í það að það hef aldrei verið gerð svona mynd Ísland í þessari lengd á þennan hátt. Ég bara veit ekki neina mynd. Mér fullir virðingu fyrir Ómari Ragnarssoni. Stiklum Ómar Ragnarsson sem voru til á vídeospólum. Já. En þetta nú kannski aðeins öðruvísi nálgun eftir Ómar. Þetta var svona, Ómar var meira svona að segja Íslendingum sögur. Ég reyndar að segja líka Íslendingum. Það var svona mitt á milli þessa og landans. Já. En þetta nú kannski meira svona ljóðrænt að hluta til og svo inn í þessu svona ákveðna staðreyndir, vísindalega staðreyndir jarðfræði og viðtöl við menn sem að vita meira jarðfræði heldur en fólk veit almennt og svo þetta bara þetta hvernig þetta land hefur verið að mótast á síðustu 20 milljónum ára sem eitt yngsta jarðmassi á jörðinni. Herðu, Henrik, eru ómargir túristar á Íslandi? Eru ómargir? Nei, ég held ekki. Eru ómargir túristar á Gullfoss og Geysi og Þingvöllum? Já, stundum, ekki alltaf. Eru ómargir í Jökulsárlóni? Stundum, ekki alltaf. Það koma holskeflur. Sko, er eitthvað leið að stjórna þessu? Við erum að stjórna því núna. Við erum sannarlega að stjórna því. Eins og Gullfoss? Já. Við stjórnum því, algjörlega. Við stjórnum því með þjónustu. Þau fara Gullfoss og Geysi ákveðin ring, það er ákveðin stjórnun. Við leiðum þau frá einum stað til annars og hvað er það sem leiðir fólk? Það er einhver náttúrufyrirbrigði og það eru klósett og matur og einhvers konar verslun og einhver sagamenning. Þannig ef það eru margir þá hættir þú að fara með þína túrista á þeim tíma og finnur annar tíma, þannig að þú ert til að tala að þetta jafni sig að sjálfum sér. Það er ekki svona óbyrra stýringu að það er selt inn á Þingvelli? Já. Nei, þú ert ekki lindu því? Sko, við seljum að þýlutum til inn á Þingvelli með bílastæðagjöldum. Já. Sko, við getum haft svo, sko, það er náttúrulega verið að borga fyrir ákveðna þjónustu, það er verið að borga fyrir aðgangin af þjóðgarðinum og borga fyrir salerni. Svo eru aðri staðir það sem verið að rukka fólk fyrir ekki neitt. Og það er náttúrulega alveg... Gjaldskylda. Já, það er náttúrulega fatalt, sko. Og það er bara þetta komið út í óefni, hvað það var þar. Að rukka fyrir eitthvað stað þar sem er engin þjónusta og jafnvel ríkið hefur gert aðstöðuna, sko. Veginn að svæðinu og jafnvel bílastæði. En það er ekki salerni. Þetta er út allt, svona engaðilega að rukka fyrir allan áskotan. Já, þetta er bara, að mínu áldi, þetta er algjörlega fatalt, sko. Og ég bara skil ekki, hið opinbera skul ekki vera löngu búið að taka fyrir þetta og gera einhvers konar regluverk í kringum þetta. Því að þetta er bara, ég held í fram að þetta sé ólöglegt, sko. Það er svo kallar almannaréttur á Íslandi. Að rukka fyrir eitthvað sem þá, bara fyrir eitthvað bílastæði og það er engin þjónusta önnur. Þetta er bara ólöglegt í mínum augum, sko. Ég forðast þessa staði, sko, sem bæði sjálfur ég og svo bara með mína ferðamenn, sko. Þú kannski getur lært hvað þeir eru en venjulegur ferðamaður getur ekki lært það. Hann gengur í gildruna. Já, hann gengur í gildruna. Því miður. Og hann er náttúrulega farin að kvarta yfir þessu. Við sjáum það bara á erlendum samfélagsmiðlum. Þeir kvarta yfir þessu og vara aðra við. Þannig að eitthvað þurfum við að gera. Þetta er skelfilegt. Ég sagði það var farið hringkringum Írland. Áður hafði ég verið svolítið að ferðast í Hálöndunum út í skosku eyjarnar. Þar nær inn National Trust heiti sem heldur utan svona náttúruminjar og söguminjar. Það sem er selt inn í gegnum þjónustumiðstöðvar. Til þess að komast að svæðinu þarf til að labba í gegnum þjónustumiðstöðvar. Það gæti svo sem svindla þessu eitthvað. En það er svona rukka með þeim hætti. Þegar maður kemur yfir til Írlands þá er rukkað með þessum hætti sem þú ert að lýsa með bílastæðagjöldum. Og svo hefur aðgengi kannski að þjónustumiðstöð sem er bara stórkostleg með öllu sem að þarf. Grafin kannski inn í fjall eins og þarna við ströndina þarna sem að nú manni ekki hvað heitir. Þannig að þetta er svona aðferðir sem að fólk hefur lært í kringum okkur. Í Hálöndunum er mjög gaman að ferðast vegna þess að þar byrjaði ferðamennska áður en massatúrismin var til. Þannig að það er allt í svona smáum einingum, svona Amerikanin kalla svona moms and pops business sem er svo skemmtilegur. Það er ekki komið þessi svona stóru hótel sem að ég held að sé að koma hingað. Ég held að við
séum eiginlega detti yfir í það. Það er að gerast. Já. Sko, við erum að mörgu leyti klaufar, sko. En það erum við bara nýbyrjuð þessari ferðanustu. Og við erum klaufar því litum til, sko. Við eigum náttúrulega, sem sé bara, Ísland sem gönguland er stórkostlegt. En okkur tekst ekki á mjög mörgum stöðum bara að gera eitthvað regluverk í sambandi við það að merkja göngusvæði þannig að allir geta að rata það. Við viljum ekki einhvern veginn setja peninga í það. Þú þarf náttúrulega að hafa þjónustu, til dæmis eins og við pílagríma göngu á Norðurspáni. Nákvæmlega. Það sem sko, þjónustan er aðalegu því sem að göngumæður kemst yfir. Það þarf að vera náttstaður á svona 23 kílómetra fresti. Frægasta gönguleið Íslands og eins svo frægasta í heimi er Laugavegurinn, Landmannalaugar Þórsmark. Þar er þetta 20 kilometrar á milli gisti. Akkur er það ekki gengið bara á einn veg úr Landmannalaugum í Þórsmark. Vísu langsamlega flestir gera það, en það var bara regla. Og ég hef þá skoðun að það á að vera svo kallar upphafstími. Þú kaupir upphafstíma og það er bara að byrja að labba þetta 7 á mótnana og svo er næstu klukkan 8 og hvernig það er. Og það má vera ákveðið margir í hópnum. Og þetta á að kosta. Því það er verið að veita þess að þjónustu, þetta er merkt gönguleið. En svona þurfum við að gera á fleiri stöðum. Og líka kannski á láglendi eins og að ganga á Þingvöll eða ganga í Skálholt. Nákvæmlega. Ég hef svolítið gert þetta, eins og ég gekk frá París til Bordeaux og þá gekk ég eftir svona gömlum slóðum og þetta er náttúrulega dásamlegur ferðamáti, sko. Það er svona mannlegum skala og bæði kemur sagan að þessi tilmanns og náttúran en líka bara þessi manngerði raunveruleiki sem við búum í, hvaðan er raunverulega furðulegur. Það sem maður kemst ekki fyrir. Að þú ert að labba og rekst svo inn í þorp sem þú kemst ekki inn í að því það eru hraðbrautir og stórmarkaðir sem einhvern veginn afmarka alltaf. Hugsa möguleika okkar í þessu. Já. Við erum ekki að gera mikið í þessu. Norðmenn voru að gera svona upp þegar ég var eitthvað að þvælast Noreg. Það voru að gera Kongavegurinn heitir það sem er eiginlega frá Oslo yfir á Vesturlandið. Þú getur gert þetta með Kongsveginn á Íslandi. Já. Það er að segja Kristján IX fór á sínum tíma. Og þú veist, það er að gera þetta bara með marga aðra staði. Við getum gert þetta í sambandi við Íslendingasögurnar. Menn gengur náttúrulega á Þingvöll eða Rið og Þingvöll og gengur þar þeir slóðar eru allir til en þú getur vel að fara með þetta yfir álendið. Já, sérðu Skagafirðinum að labba söguslóðir. Þetta er bara endalaust. Við stefnum á þetta. Það er ef ykkur að hlusta þá er þetta verkefnið. Það er gaman að fá þig í spjallum ferðamennsku og ýmislegt. Takk fyrir. En við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborðið, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið okkar og sjálf okkur. Næsti kafli er þetta augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.